Góðan dag, góðu gestir. Verið hjartanlega velkomin á ársfund Landsvirkjunar árið 2026. Endilega fá ykkur sæti, það eiga að vera næg sæti fyrir alla sem skráðu sig. Þetta er nú ekki fyrsta sinn sem við höldum ársfund á þessum árstíma og það er ekki alltaf blíðan, þótt veturinn hafi verið mildur í ár, þannig að þeir sem ekki eiga heimangengt og geta ekki verið með okkur hérna í Hörpu geta fylgst með í streymi, bæði á vefsíðunni okkar og á helstu fjölmiðlum landsins. Þetta var svona limskulegur inngangur að öryggismálum af því að við erum alveg 400 saman komin hérna í salnum. Ef svo ólíklega skildi vilja til að eitthvað kæmi upp á. Þá eru 4 neyðarútgangar, 2 hérna aftast, 2 hérna á því sem ég myndi kalla suðvesturvegnum, mér á hægri hönd. Þá bara röltum við út í róliheitum. En ég ætla nú ekki að gera ráð fyrir því að nokkuð slíkt gerist, en betra að vita af því. Árið 2025 var alls konar hjá fyrirtækinu Landsvirkjun. Það kom upp áföll hjá stórum viðskiptavinum sem hefur áhrif í litlu samfélagi eins og okkar á Íslandi. Á sama tíma þá fylltust öll lónin okkar og bara meira til frammi, svona, í fyrsta sinn í mörg ár, sem sýnir bara hvernig rekstur svona fyrirtækis eins og okkar getur verið, eigum að segja, fjölbreyttur þegar við reiðum okkur svona mikið á náttúruöflin. Góð afkoma í krefjandi rekstrarumhverfi var hérna fyrirsögnin á ársreikningum og það á bara vel við. Það er stundum ýmist í ökla eða eyra. En þótt við séum vissulega, að fara yfir árið 2025 á þessum ársfundi, að þá erum við ekki síður að horfa fram á við og svolítið að horfa út í heim. Orkueyjan Ísland á í bullandi alþjóðlegri samkeppni og stóra spurningin er: hvernig ætlum við að halda okkur samkeppnishæfum? Og það er spurningin sem að fólk ætlar að svara, vonandi, á næstu 90 mínútum af mjög þéttri dagskrá og þar með ekki eftir neinu að bíða en að bjóða nýja stjórnarformanninn okkar, Brynju Baldursdóttur, velkomna á svið. Gjörðu svo vel, Brynja. Góðu gestir, velkomin á ársfund Landsvirkjunar. Nú er fyrsta starfsári þessara stjórnar Landsvirkjunar senn að ljúka. Fjármála- og efnahagsráðherra skipaði alveg nýja stjórn á aðalfundi í apríl síðastliðnum þegar vinnulagi við val í stjórnir á ríkisfyrirtækjum var breytt. Það eru forréttindi að fá að axla það ábyrgð sem fylgir því að sitja í stjórn orkufyrirtækis þjóðarinnar og við erum þakklát fyrir það traust sem okkur hefur verið sýnt. Þetta hefur verið mjög skemmtilegt verkefni en jafnframt krefjandi. Landsvirkjun ber ábyrgð á gríðarlega mikilvægum innviðum fyrir Ísland og þess vegna verður að vanda vel til verka við alla ákvarðanatöku. Það var því áríðandi að ný stjórn kæmist hratt og vel inn í starfsemina og mig langar að nota þetta tækifæri til að þakka stjórnendum og starfsfólki kærlega fyrir góðar móttökur og þolinmæði við að halda kynningar og svara alls konar spurningum stjórnar frá fyrsta degi. Það hefur líka verið virkilega gaman að kynnast öllu því góða fólki sem starfar hjá Landsvirkjun og sjá mettaðinn og fagmennskuna sem kristallast í öllum þeirra störfum. Það skín í gegn að allt starfsfólk Landsvirkjunar brennur fyrir hlutverki okkar sem er að hámarka verðmæti þeirra endurnýjanlegu orkulinda sem okkur er trúað fyrir. Þannig menning er alls ekki gefin og hún verður ekki til að sjálfu sér. Frá stofnun árið 1965 hefur Landsvirkjun gegnt lykilhlutverki í uppbyggingu íslensks samfélags. Með nýtingu endurnýjanlegra orkuauðlinda hefur verið byggt upp raforkukerfi sem er undirstaða verðmætasköpunar, atvinnulífs og þeirra lífskjara sem við njótum í dag. Raforkan er forsenda nútíma samfélags og skiptir sköpum fyrir öryggi og stöðugleika þjóðarinnar. En rekstur Landsvirkjunar gekk vel á árinu 2025 og endurspeglaði traustan grunn og
og sterka fjárhagsstöðu fyrirtækisins. Þótt aðstæður hafi verið krefjandi á köflum var afkoman góð sem sýnir að kjarnastarfsemin stendur styrkum fótum. Vatnsbúskapur var óvenjulegur og sveiflukenndur. Í upphafi árs voru erfiðar aðstæður eftir langvarandi þurrka, en staðan batnaði verulega þegar leið á árið og í árslok var staðan í lónum Landsvirkjunar orðin mjög góð. Mikið reyndi á rekstur aflstöðva á árinu, ekki síst vegna bilana og krefjandi aðstæðna á Þjórsársvæðinu, en starfsfólk Landsvirkjunar sýndi þá í verki hvaða sem þarf til að tryggja vinnslu raforku í einangruðu orkukerfi þar sem við höfum lítið svigrúm til mistaka. Reksturinn stóðst álagið og allar skuldbindingar voru uppfylltar. Landsvirkjun leggur ríka áherslu á það sem við köllum samfélagslegt leyfi til athafna. Að vanda sig svo til framkvæmda og alls sem þeim fylgir að almenningur geti verið sáttur við kostnað á móti ávinningi. Það gaman að segja frá því að stuðningur við starfsemi Landsvirkjunar og traust til okkar hefur farið vaxandi undanfarin ár og hefur raunar aldrei mælst meiri. Aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar fer betur yfir það hér í lok fundar. En mikilvægum áföngum var líka náð í undirbúningi og uppbyggingu nýrra virkjana á árinu. En ljóst að Landsvirkjun, jafnt sem stjórnvöld og þjóðin öll stendur frammi fyrir verkefni sem kallar á skýra framtíðarsýn. Í orkuvinnslu gildir nefnilega að hugsa marga leiki fram í tímann og sjá fyrir og uppfylla þörf framtíðarinnar fyrir rafmagn til að styðja við vöxt, velferð og samkeppnishæfni íslensks samfélags. Virkjun ekki reist á einu ári og leyfisveitingaferli geta talist í tugum ára. Til að mæta brýnum þörfum samfélagsins, knýja orkuskipti og styðja við vöxt atvinnulífs á komandi árum þarf Landsvirkjun því að standa fyrir umfangsmikilli orkuöflun á næstu árum. Eftirspurn eftir endurnýjanlegri orku sífellt að aukast á heimsvísu og þar Ísland í algjörum sérflokki. Við höfum borið gæfu til þess að virkja bæði vatnsafl og jarðvarma til hagsbóta fyrir íslenskt samfélag og nú fyrsta vindorkuver landsins að rísa við Vaðöldu. Einir mestu þungaflutningar Íslands sögunar verða í vor þegar vindmyllurnar verða fluttar frá Þorlákshöfn á verkstað og stefnt að því að gangsetja helming þeirra nú í haust eða 14 vindmyllur af 28. Ef horft út í heim, þá sólar- og vindorka efst á blaði þegar kemur að uppbyggingu endurnýjanlegrar orku. Það segir sig sjálft að Ísland verður seint samkeppnishæft í sólarorku, en á vindi höfum við meira en nóg. Það vill líka svo til að vindorka einkar heppileg til að regla á móti vatnsafli, en lónin okkar í raun risastórar rafhlöður sem hægt að stýra á móti því hvernig vindar blása. Landsvirkjun starfar á alþjóðlegum samkeppnismarkaði, en stærstur hluti af tekjum fyrirtækisins kemur frá stórnotendum sem kjósa að starfa hér frekar en annars staðar í heiminum. Í því samhengi skiptir höfumáli fyrir samkeppnishæfni Íslands að geta boðið upp á endurnýjanlega orku á samkeppnishæfu verði. Þá skiptir líka miklu máli að Ísland lokað raforkukerfi. Við erum ekki tengd orkumarkaði í Evrópu eins og þau lönd sem við berum okkur saman við. Það þýðir að orkan sem framleidd hér, það þarf að nota hana hér. En það þýðir líka að ef það verður orkuskortur, þá getum við ekki sótt orkuna neitt annað. Þess vegna mjög mikilvægt að eiga hér fjölbreytta orkukosti til að tryggja orkuöryggi. En það mikið gleðiefni að núverandi stjórnvöld þau hafa sýnt það í verki að við erum sammála það að setja aukna orkuöflun í forgang og kyrrstaða áranna á undan hefur verið rofin í þessum málaflokki. Nú reynir á að einfalda leyfisveitingaferli, en sem dæmi má nefna að það ferli hefur tafið fyrir Hvammsvirkjun árum,
jafnvel áratugum saman, með tilheyrandi kostnaði fyrir samfélagið allt. Við viljum öll vanda til verka, en fyrr má nú aldeilis vera. Þá telst það einnig til tíðinda að nú í febrúar voru 2 virkjanakostir, Holtavirkjun og Skrokkholtuvirkjun, færðir í nýtingaflokk rammaáætlunar. En í 13 ára sögu hennar hefur engin vatnsaflsstöð verið byggð eftir að hafa farið í gegnum það ferli. Hvammsvirkjun verður sú fyrsta. Leyfisveitingaferli fyrir þessar 2 virkjanir verður prófsteinn á það hvernig hefur tekist til við nýsamþykktar breytingar á lagaumhverfinu. Nú að hefjast eitt mesta framkvæmda tímabil í 60 ára sögu Landsvirkjunar. Í dag eru 4 stór verkefni í pípunum og það gaman að segja frá því að við erum að virkja vatn, vind og varma. Hvammsvirkjun, Vaðölduver, stækkun Sigöldu og ný toppvél á Þeistareykjum munu auka uppsett afl Landsvirkjunar rúmlega 300 megavött til viðbótar við þau 2200 sem eru nú þegar uppsett. Á næstu 5 árum gert ráð fyrir því að Landsvirkjun fjárfesti fyrir 190 milljarða króna. En til samanburðar þá má nefna það að fjárfestingar Landsvirkjunar síðustu 5 ár voru 25 milljarðar. Stór hluti af þessari upphæð rennur með einum eða öðrum hætti aftur út í íslenskt samfélag. Landsvirkjun til dæmis með langumfangsmestu útboðin á Íslandi í ár en áætlað að bjóða út verk fyrir 70 milljarða króna sem þriðjungur af öllum þeim útboðum sem tóku þátt í útboðsþingi Samtaka iðnaðarins núna í janúar. Við gerum ráð fyrir að 100 manns verði við vinnu í Sigöldu þegar mest verður, 120 manns í Vaðöldu og 400 í Hvammsvirkjun. Framkvæmdum Landsvirkjunar fylgja líka töluverðar vegaframkvæmdir til hagsbóta fyrir nærsamfélögum þar sem verið að reisa þær. En þótt Landsvirkjun standi styrkum fótum, þá blasir við að þetta fjárfestingatímabil mun reyna verulega á fjárhagslegt bolmagn fyrirtækisins, sem alls ekki sjálfgefið að sé til staðar. Það ekki lengra síðan en árið 2020 þegar Landsvirkjun greiddi 10 milljarða króna í arð til ríkisins, en árin þar á undan voru arðgreiðslur 1 til 3 milljarðar á ári. Þetta tókst fyrst og fremst með endursamningum við stórnotendur og agaðri fjárhagsstýringu. Landsvirkjun hefur núna samtals greitt 110 milljarða króna í arð til íslenska ríkisins vegna rekstrarárana 2021 til 2025 sem miða við tillögu stjórnar fyrir arðgreiðslu síðasta árs. Auk þess hefur Landsvirkjun greitt 70 milljarða króna í skatt vegna sama tímabils. En ólíkt flestum fyrirtækjum á Íslandi þá greiðir Landsvirkjun tæplega 38% skatt en ekki 20%. Þannig greiðir Landsvirkjun samtals 180 milljarða króna til ríkisins vegna rekstursins undanfarin 5 ár og af því erum við ákaflega stolt. Markmið okkar að skila sem mestu virði til eiganda okkar til framtíðar. Við vonumst til að geta haldið áfram að reiða fram stöðugar arðgreiðslur á næstu árum þrátt fyrir þær miklu fjárfestingar sem liggja fyrir. En þær fjárfestingar munu svo skila okkur, Íslendingum, enn betri og traustari tekjustoðum þegar fram í sækir. Og í uppbyggingu raforkukerfisins á síðustu 6 áratugum þá hefur stuðningur og svigrúm íslenska ríkisins skipt sköpum. Við erum þakklát fyrir það svigrúm og það mun áfram skipta höfuðmáli á því framkvæmda tímabili sem nú hafið. En góðu gestir, það eru spennandi tímar framundan. Við erum stolt af því að taka þátt í að byggja upp stöðugt og endurnýjanlegt orkukerfi. Okkur hefur verið skiljanlega verið tíðrætt vandamálin, hvað hamli uppbyggingu þeirrar orkuvinnslu sem þarf til að fullnægja þörfum heimila og atvinnulífs, en kannski ættum við líka að horfa á verkefnið sem tækifæri.
Tækifæri til að skilja eftir okkur arfleifð sem næstu kynslóðir munu njóta ókomin ár eins og við njótum framsýni þeirra kynslóða sem byggðu hér upp raforkukerfi sem einstakt á heimsvísu. Takk fyrir. Kæra þakkir, Brynja. Já, mig langar að nefna að ársskýrsla Landsvirkjunar kom út í gær með aðeins breyttu sniði. Þið getið annars vegar skoðað hefðbundið PDF-skjal þar sem má finna allar mögulegar og ómögulegar upplýsingar starfsemi fyrirtækisins á árinu 2025. Allt sem hún vildi vita Landsvirkjun og jafnvel meira til. Hins vegar hægt að horfa á viðtöl við starfsfólk og stjórnendur ýmissa deilda og sviða þar sem þau fara yfir það helsta sem bar við í starfseminni á þeirra sviði og við ætlum áður en Tinna Traustadóttir, framkvæmdastjóri sölu og þjónustu, stígur hér á stokk og flytur sitt erindi að sjá örstutt brot úr nokkrum þessara viðtala. Það gaman að rifja það upp að árið 2025 var alveg meira áttar ár fyrir okkur í framkvæmdum. Í dag erum við að stýra öllum virkjunum Landsvirkjunar hérna frá þessari stjórnstöð. Og það klárt að þetta einn hagkvæmasti virkjunarkostur sem að Landsvirkjun á í dag. Reising Vaðalduvers að sjálfsögðu tímamót í íslenskri orkusögu. Framkvæmdin náttúrulega söguleg og þannig mun safnast upp gríðarleg þekking og reynsla. Ekki bara hjá okkur, heldur líka hjá öllum þeim aðilum sem koma að þessu verkefni með okkur. Komið sæl og gaman að vera með ykkur. En hafið einhvern tímann pælt í því hvað verður endurnýjanlegu orkuna sem framleidd hér á landi? Það má segja að raforkan ferðist frá þessari orkueyju í norðri alla heimsbyggðina. Og að verðmætin sem búin eru til með íslenskri raforku, þau má finna í bílum á götum Berlínar, vindmyllum á Norðursjó, sólarsellum á Spáni og rafstáli í Japan. Hún í laxi í búðaborðunum í Whole Foods og drífur gervigreindar lausnir. Þannig að verðmætin sem hér eru sköpuð eru hluti af daglegu lífi fjölda fólks í heimsþorpinu. En ég má til með að skjóta inn hrósi á allt starfsfólk Landsvirkjunar sem vinnur fjölbreytt störf, sama hvort heldur á skrifstofunni eða oft á tíðum við krefjandi aðstæður út á aflstöðunum. Því án okkar allra að þá væri þessi sess Landsvirkjunar og Íslands í alþjóðaviðskiptum ekki mögulegur. En af hverju tölum við íslenskt rafmagn á alþjóðamarkaði? Það vegna þess að okkar viðskiptavinir eru stór og sterk alþjóðleg fyrirtæki og við erum mjög stolt af þessum viðskiptavinum og þetta langt og farsælt viðskiptasamband. En sum þessara félaga eru með sterkari efnahagsreikninga en Landsvirkjun. Eitt að skila hagnað á dögunum upp á 3 billjónir íslenskra króna. Og fyrir þau okkar sem erum ekki vön að vinna með billjónir, svona frá degi til dags, að þá þetta 3.000 milljarðar króna. En rætur Rio Tinto, þær liggja í raforkuvinnslu og álframleiðslu í Kanada og móðurfélag Norðuráls stærsti álframleiðandinn í Bandaríkjunum. Alco og Elkem eru meðal stærstu málmaframleiðandi í Noregi og eru með framleiðslu víðar. Og síðan það ný kynslóð gagnavera, ný kynslóð viðskiptavina, gagnaverin og landeldið. En þessi fyrirtæki eiga það öll sammerkt að hafa valið Landsvirkjun og valið Ísland eftir að hafa hugsað sér vel Og valið stóð milli fjölmargra aðila, okkar staðsetninga í Noregi, Kanada og víðar. En þessi fyrirtæki völdu okkur og við völdum þessi fyrirtæki. En saga Landsvirkjunar og saga viðskiptavinnanna, hún samofin. Og þetta líka saga atvinnuþróunar, verðmætasköpunar og bættra lífsgæða. Og við erum mjög stolt af því að hafa í gegnum tíðina stutt við vöxt okkar viðskiptavinna, framleiðsluaukningaverkefni, verkefni sem snúa að framleiðslu á verðmætari vörum. Og þannig hefur við getað ýtt undir samkeppnishæfni viðskiptavinnanna
og við höfum vaxið með okkar viðskiptavinum með því að vera samkeppnishæf. En ég vil taka það skýrt fram að það ekki sama sem merki á milli þess að vera samkeppnishæf og að vera ódýrust. Það eru svæði út í heimi sem að bjóða raforku ódýrar til stórnotenda en við og Landsvirkjun kippir sér ekki upp við það vegna þess að það ekki okkar keppikefli að vera ódýrust en við bjóðum samkeppnishæft raforkuverð til viðskiptavinnanna. Nú ef við skoðum stóra sviðið og berum okkur saman við raforkuframleiðendur út í heimi og ef við tökum systurfélög okkur á Norðurlöndunum sem dæmi, Fortum í Finnlandi, Statkraft í Noregi og Vattenfall í Svíþjóð, að þá framleiða og selja öll þessi fyrirtæki miklu meiri raforku en Landsvirkjun. Hvað þá við berum okkur saman við Hydro-Québec í Kanada eða Orkurisan, EDF, sem með franska rætur. Og það eðlismunur af því að vera með starfsemi út í heimi og tengingar við aðra raforkumarkaði eða vera orkufyrirtæki hér á landi í lokuðu kerfi eingöngu með endurnýjanlega orkugjafa. Og þessi sérstaða okkar kerfis til viðbótar við stærð Landsvirkjunar í alþjóðlegum samanburði getur gert samningsstöðu Landsvirkjunar snúna í samtölum við alþjóðleg stórfyrirtæki. En viðskiptavinir okkar, saman hvort það eru álverin, kísilverin eða gagnaverin, að þau kaupa til raforku fyrir starfsemi sína erlendis meðal annars af þessum raforkuframleiðendum. Og að sömu leyti hafa fyrirtækin á samkeppnismörkuðunum staðið sig betur þegar staðið betur á vígi en orkufyrirtæki hér á landi vegna þess að þau hafa haft orku að bjóða til nýrra viðskiptavina. Og hér erum við að bera okkur saman við stærstu notendur raforku í heimi. Þannig að við erum ekki einungis smá ef við berum okkur saman við raforkuframleiðendur í heimi, heldur einnig þegar við berum okkur saman við okkar mótaðila eða þessar stærstu notendur raforku í heimi. Rio Tinto nota til dæmis 4 sinnum meiri raforku á heimsvísu heldur en að Landsvirkjun framleiðir. Og þessi fyrirtæki eru öll alvön því að semja kaup og kjör á sínum raforku og eru harðir viðsemjendur. En þetta eru líka eftirsóknarverðir viðskiptavinir. Nú hér sjáum við að viðskiptavinir okkar eru með mikinn fjárhagslegan styrk og það ekki tilviljun að þessum fyrirtækjum gengur vel. Þau fara eftir tækifærunum en þau eru líka óhrædd við að taka djarfar ákvarðanir, færa til starfseiningar eða mögulega afleggja þær ef að reksturinn ekki nægilega góður. Og þessi sömu lögmál eiga við hér á landi. Verksmiðjan hér ein af mörgum í keðjunni. En hugsunin allt frá stofnun Landsvirkjunar var að raforkuverðið myndi hækka með tímanum. Og Jóhannes Nordal var stjórnarformaður fyrirtækisins fyrstu 3 áratugina og hann nefndi þetta ítrekað. Og allt fram til ársins 2005 voru aðstæður erfiðar. Orkuverði í heiminum var lágt og samningsstaða Landsvirkjunar snúin í lokuðu kerfi. Og fyrirtækið var mjög skuldsett, hafði aldrei greitt skatta og lítinn arð. En árið 2010 markar kaflaskil. Það ár var endursamið við Rio Tinto Alcan í Straumsvík og síðan þá hefur okkur gengið vel við samningaborðið. Og það eru endursamningar við viðskiptavina okkar á síðastliðnum árum sem hafa gjörbreytt fjárhag fyrirtækisins. Skuldir hafa verið greiddar niður og arðsemi hefur aukist. Og eins og Brynja kom inn á áðan að þá nema arðgreiðslur fyrir árin 2021 til 2025, þetta 5 ára tímabil, 110 milljörðum króna. En ég vil taka það fram að þó þetta séu vissulega háar fjárhæðir ef við setjum afkomuna í samhengi við stærð félagsins að þá hún hófleg og við viljum gera betur. Nú, það mikilvægt að halda því til haga að á sama tíma og Landsvirkjun hefur gengið vel að þá hefur viðskiptavinunum líka gengið vel. Og raforkusamningarnir okkar, þetta ekki hilluvara, heldur eru þeir í stöðugri þróun til þess að mæta þörfum viðskiptavina á hverjum tíma og breyttum heimi. Og þannig búum við til meiri verðmæti saman. En framundan mikilvægasta og mesta endursamningaskeið í 60 ára sögu Landsvirkjunar og lykillinn að hærri arðsemi framtíðar. Og almennt séð eru tækifæri í endursamningum, en það eru líka áskoranir. Þetta eru stærstu viðskiptasamningar sem eru gerðir hér á landi og það hart tekist á.
og við erum ofta að takast á við reynd og öflug samningateymi sem ekki bara að semja raforkukaupin hér á landi, heldur líka á Nýja-Sjálandi, Noregi, Kanada og víðar. Og átengi fara ekki bara fram við samningaborði, það hefur reynslan kennt okkur, heldur líka fara að hitta ráðamenn, aðila úr nærsamfélaginu. Það er dæmi að dregja sig úr raforkunotkun, fara í kaupskyldu til að setja press á samningaviðræðurnar, kjarasamningar bundni við útkomu úr samningaviðræðunum, hótað að loka og farið í blöðin. Og það eru líka dæmi taktík sem gengur út á að sverta fyrirtækið og stjórnendur fyrirtækisins. En þó að hart sé tekist á, að þá hefur okkur alltaf tekist að ná saman á lokum og við viljum ná saman með okkar viðskiptavinum. En við skulum vera meðvituð að allar verksmiðjur sem einhvern tímann opna, þær munu einhvern tímann loka. Og viðskiptavinir okkar eru í harðri alþjóðlegri samkeppni og þau velja sér þá staðsetningu sem hentar best þeirra rekstri hverju sinni. Þau eru með fullt af valkostum. En samningsstaða Landsvirkjunar, hún er þó betri í endursamningum heldur en þegar samið var í upphafi. Og hækkandi kostnaðarverð nýrra virkjana er áskorun fyrir Landsvirkjun. Við höfum þegar nýtt hagkvæmustu kostina og þannig byggt upp okkar rekstur. Og þetta er ekki sér íslenskt fyrirbæri, heldur er þetta sama þróun og raforkuframleiðendur út í heimi standa frammi fyrir. Það er almennt séð að verða dýrara að byggja nýjar virkjanir. Og raforkuverð í samningum Landsvirkjunar og stórnotenda fer eftir fjöldamörgum þáttum, meðal annars stöðun á alþjóðlegum orkumörkuðum, stöðun á afurðamörkuðum og eins og við þekkjum að þá getur staðan á afurðamörkuðum verið krefjandi. Við getum tekið dæmi af kísilmörkuðum og við slíkar aðstæður eru krefjandi á afurðamörkuðum að það getur torveldað aðilum að ná saman. Og Landsvirkjun er fyrirtæki í ríkiseigu og við megum ekki selja raforkuna undir kostnaðarverði vegna þess að það geti falið í sér ólögmætan ríkisstyrk og enda er engin ástæða til þess að selja á undir kostnaðarverði. Mig langar til þess að beina athygli ykkar að þessari fallegu mynd. Þetta er úr vélarsal Fljótsdalsstöðvar fyrir austan og það er eiginlega alveg magnað að koma inn í virkjanirnar, tilfinningi sem að fær, þetta er svo mikið hönnunar undur. Það er allt svo hreint, snyrtilegt, allir hlutir á sínu stað og þessi mikla natni sem er lögð í viðhald virkjana að hún skila sér í reksturinn. En ég kom inn á það áðan að okkur hefur gengið vel að endursemja við okkar viðskiptavinni. Við höfum endursamið í tvígang við Rio Tinto, oftar við Norðurál og það var gerðadómur sem úrskurðaði raforkuverð til Elkem þar sem aðilar náðu ekki saman. En stærsti raforkusamningurinn er eftir og það er samningurinn við Alcoa Fjarðarál fyrir austan en álverið notar þriðjung af allri raforkunni sem að Landsvirkjun framleiðir. Og það var miklu kosta til fyrir austan til þess að koma starfseminni á laggirnar og samningurinn er mjög langur, 40 ára samningur, þannig að allt frá upphafi var gert ráð fyrir verðendurskoðun miðbik samningsins. Þannig að við erum að gera ráð fyrir nýju raforkuverði fyrir seinni helming samningstíman 2028 til 48 og við séum að sækja svipaðar hækkanir á öðrum samningum og hærra raforkuverð muni skila sér í hærri arðsemi félagsins. En í upphaflegu samningaviðræðunum gekk ýmislegt á, en það var líka slegið á létta strengi. Og aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar á þeim tíma var Jóhann Maríusson og hann átti það til að setja á blað tækifærisvísur. Og eftir einn samningafundinn, eftir árið 1997, setta nokkra línur á blað og þetta lýsir kannski vel andanum í samningaviðræðunum. Og þetta er á ensku, annars hefði ég sjálfsögðu valið íslensku, að þetta er Power Price Blues. Did they say lovable? We said likable. Did they say bearable? We said affordable. Did they say financiable? We said doable. Did they say profitable? We said agreeable. Who said what? En samtalið er þess í gangi og að vonandi eftir að ganga vel. En mér langar til þess að ræða líka við ykkur aðeins alþjóðlega samkeppnishæfni. Og við þekkjum öll stöðuna í heimsmálanum og það er óþarfi að rekja þá sögu hér. En það er klárt mál að óvissa í heiminum í dag er miklu meiri en áður. Og heimurinn var hratt mun flóknari og umgjörð viðskiptalífs og áherslur landa hafa breyst. Og í þessu umhverfi að þá hafa lönd lagt meiri áherslu á að treysta sína samkeppnishæfni
og það hefur verið dregið úr alþjóðaviðskiptum, meðal annars með tollum, niðurgreiðslum og fleiru. Ísland útflutningsdrifið hagkerfi og það skiptir okkur miklu máli að hafa greiðan aðgang að alþjóðamörkuðum og að leikreglur séu sanngjarnar þegar samkeppni annars vegar. Og það má segja að hinar ýmsu stuðningsaðgerðir erlendis séu ósanngjarnar gagnvart lítilli þjóð með stóra stórnotendur. Og við höfum ekki burði til þess að niðurgreiða starfsemi okkar stórnotenda, enda engin ástæða til og við erum ekki að leggja það til. Mér langar til að koma aðeins meira inn á samkeppnishæfni, fjalla aðeins Evrópu og taka dæmi af Þýskalandi. Eins og við þekkjum þá staðan í Evrópu þannig að iðnaður í álfunni hefur farið hnignandi. Hér dæmi af Þýskalandi, þessu sögulega mikla iðnaðar- og efnahagsveldi. Og frá árinu 2021 að þá hefur iðnaður í Þýskalandi dregist saman 18% með tilheyrandi áhrifum á efnahagslífið. Og það hátt raforkuverð, sveiflukennt raforkuverð og lítill fyrirsjáanleiki meðal annars sem að kenna. Og Evrópa leitar logandi ljósi að lausnum hvernig treysta megi samkeppnishæfni álfunnar. Og ein af þeim leiðum sem verið að horfa til í æ ríkara mæli langtíma raforkusamningar. Og við getum kallað þetta íslenska módelið, þetta eru samningar eins og við höfum verið að gera það árum og áratugum saman og vitum að virkar vel, gefur iðnaði mikilvægan fyrirsjáanleika og orku fyrirtækjum sömuleiðis. En þegar fjallað þróun iðnaðar í Evrópu og hvernig iðnaðar í Evrópu hefur farið hnignandi, að þá eru tvær markverðar undantekningar og það Ísland og það Noregur. Og í þessum tveimur löndum stendur iðnaður sterkt. Stórnotendur í þessum löndum hafa verið að vaxa, færa sig í verðmætari vöruframleiðslu og hafa verið að tryggja sér langtíma samninga. Og kannski það einmitt besti mælikvarðinn á samkeppnishæfnina. Hvar iðnaður stendur sterkt og þar sem stórnotendur og iðnaður að vaxa hönd í hönd. En ef við komum að samkeppnishæfni Íslands, að þá mikilvægt að líta inn á við og við þurfum að horfa á þau atriði sem við höfum stjórn á. Og mig langar til að tiltaka sérstaklega 3 atriði sem snerta hagkvæmni og skilvirkni. Og í fyrsta lagi það tiltaki hagkvæmra virkjunarkosta sem að standast alþjóðlega samkeppni og síðan það leyfisveitingamálin þar sem að ferlin þurfa að vera skilvirk án afslátta en þau þurfa að standast tímalínur og síðan það í þriðja lagi flutningskerfi raforku. Og það kannski ekki allir meðvitaðir það að flutningskerfi raforku hér á landi hvað áreiðanleika varðar með því sem allra best gerist og það skiptir iðnaðinn í landinu ekki litlu máli að hafa vissu fyrir því að fá raforkuna afhenta. En á sama tíma að þá það grundvallar atriði að flutningskerfi raforku sé hagkvæmt og samkeppnishæft á alþjóðavísu. Alveg á sama hátt og það grundvallar atriði að orkuvinnslukerfi það sé hagkvæmt og samkeppnishæft á alþjóðavísu. En ég nefndi 3 atriði sem að snerta samkeppnishæfnina en það auðvitað hægt að tína til fleiri atriði sem að líka skipta máli. Laun, fjarlægð frá mörkuðum, ýmsar niðurgreiðslur, styrkir, skattar, gjöld, aðgangur að vinnuafli, menntunarstig og samkeppnishæfnin að það summan af öllum þáttum. Og við getum keppt á atriðum eins og háu þjónustusstigi, vera sveigjanleg og ease of doing business eða má sletta. En það töff að selja raforku og það ekki rétt að það sé endalaus eftirspurn eftir endurnýjanlegri orku. Vegna þess að ef við erum ekki samkeppnishæf að þá fer eftirspurnin annað. En 75% af raforkusölu Landsvirkjunar fer til málmbræðslna og þetta langir samningar og traustir viðskiptavinir þannig að við sjáum fyrir okkur á komandi árum þá verði áfram langstærsti hluti raforkusölunar í þennan geira. Og í dag það í kringum 3% af raforkunni sem við framleiðum sem fer til gagnavera og þetta 3 gagnaversviðskiptavinir, það Atnorð, Borealis og Vörn. Og hvað þróun í gagnavesiðnaði varðar að þá fylgist við þetta vel með og þetta geysi mikið uppbyggingarskeið sem nú á sér stað og þá má segja að Norðurlöndin séu komin á kortið
Og stóru tæknirisarnir, þeir hafa komið sér upp gagnaverum á Norðurlöndunum auk fjölda annarra gagnavera og það má segja að Ísland sé líka komið á kortið. Og ég segi loksins vegna þess að það er ekki rosalega langt síðan. Það kom kippur í áhugan og það kom kippur í eftirspurnina og þetta er tækifæri fyrir okkur. En gagnaveri sem eru í viðskiptum við okkur, að þau hafa öll sammerkt að þau hófu sína starfsemi hér á landi. Við erum stolt af þessu, þau eru með íslenska rætur og þau hafa verið að færa út kvíarnar. Þau eru komið starfsemi í Finnlandi, í Svíþjóð, Danmörku, Noregi og þau hafa viljað vaxa hér á landi en orkan hefur ekki verið til. Þannig að má segja að við höfum farið á misvið tækifæri til atvinnuuppbyggingar og til verðmætasköpunar og þetta er auðvitað umhugsunar efni fyrir okkur. En á jákvæðu nótunum að þá er ég að segja að við það að heimsækja gagnaversviðskiptavinna að þá verðum maður býsna forlyftur. Og við vorum fyrir norðan að skrifa undir nýjan raforkusamning við Atnorð og Akureyri rétt fyrir áramót. Og mér finnst best að lýsa þessu þannig að krafturinn í uppbyggingunni hann er nánast áþreifanlegur. Alveg sama þegar ég heimsótti gagnaver Atnorð í Finnlandi sem hefur risið á mettíma á mörgum hæðum þegar við fyrir til London, miðborg London sem að vörnum með gagnaver og síðan er á stefnuskránni að heimsækja gagnaver Borealis í Finnlandi. Og í síðustu viku bárust fréttir af því að gagnaver Atnorð hefði verið selt til bandarísks tæknirisa fyrir 500 milljarða króna og við óskuðum innilega til hamingju með áfangan. En Ísland er í stöðu til þess að vera þátttakandi í þessari stóru tæknibyltingu sem að nú á sér stað og þetta er spennandi tækifæri fyrir Landsvirkjun og fyrir Ísland og vonandi verður við komum nær því að selja 10% af raforkunni til gagnaveriðnaðar á Íslandi að einhverjum árum liðnum. En í raforkusölu höfum við góðan grunn að byggja á. Álverin eru frábær kunni, stöðuga notkun, fyrirsjáanlega notkun allt árið kring. En stefna fyrirtækis hefur alla tíð verið að fjölga viðskiptavinum frá fjölbreyttari iðngreinar og fjölbreytta viðskiptavinni. Þess vegna er svo ánægjulegt að fylgjast núna við gagnaverunum og landeldisfyrirtækjunum sem eru að taka sín fyrstu skref. Og fyrir 10 ára síðan þá eru líklega fáir sem hefðu gert sér í hugarlund að það væru landeldisfyrirtæki sem væri að vera stórnotendur raforku hér á landi og það var áhugavert að velta í fyrir sér að öðrum 10 ára liðnum hvaða nýju stórnotendur séu komnir þá fram á sjónarsviðið. En öld raforkunnar er runnin upp. Samkvæmt nýrri skýrslu Alþjóða orkustofnunarinnar og stofnunin gerir ráð fyrir því að eftirspurn eftir raforku á heimsvísu muni halda áfram að aukast á næstu 5 árum. Og raforkan verði mikilvægasta orkustoð hagkerfa heims og grundvöllur fyrir samkeppnishæfni iðnaðar, stafræna þróun og orkuskipti. Og ég ætla aðeins að plugga því að ef þeir eru forvitin og vilja vita meira öld raforkunar að þá erum við með LinkedIn síðu viðskiptagreiningar og við fáum QR-kóðan upp hér rétt og eftir. En við höfum byggt upp framúrskarandi lífskjör og við höfum gert það með því að nýta styrkleika okkar og tekið þátt á í alþjóðlegri samkeppni og alþjóðlegum mörkuðum. Og þá var fyrir rúmlega 60 árum síðan þar sem ákveðið var að stofna Landsvirkjun og selja raforku á alþjóðlega markað. Og markmiðið var alveg skýrt, það var að skapa verðmæti og auka lífsgæði. Og niðurstaðan verður vonandi sú hin sama hér eftir sem hingað til, þannig að komandi kynslóðir fá að njóta ávaxta vinnu okkar í dag. Og þá má síðan rökræða hvort að framtíðin sé björt eða krefjandi og þau sem halda því fram að framtíðin sé björt og þau sem halda því fram að framtíðin sé krefjandi, þau hafa líklega öll eitthvað til síns máls. En við erum óhrædd við krefjandi verkefni framundan og munum leysa þau hendi með fullvissu þess að þá verði bjartara yfir. Takk fyrir. Rekstur jarðvarmastöðvar Landsvirkjunar gekk afar vel á árinu 2025. Meira að segja Þórisvatni það lyftist 1 meter þannig að þetta var mjög mikið á þessum tíma að vetri til. Ábyrgð Landsvirkjunar er fyrst og fremst að halda úti samkeppnishæfri orkuvinnslu á grundvelli ábyrgrar auðlindanýtingar. Og sumir hverjir telja meira að segja að framleiðsla á endurnýjanlegum orkugjöfum sé eitt af aðdráttarafli Íslands.
Já, þetta voru aðeins fleiri brot úr áskýrslunni sem hægt að sjá í heilu lagi á vefnum hjá okkur. En þá ætlum við aðeins að á og spá í spilin. Hjá mér eru umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Jóhann Páll Jóhannsson og Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar. Mér er sagt að ykkur hafi verið sagt að þetta er eitthvað kaffispjall og mér var sagt að þetta vera grill. Þannig að við finnum kannski eitthvað svona meðalveg í því. En ég ætla samt ekki að byrja neitt létt. Af því að við erum svo mikið að horfa út í heim, við erum að velta fyrir okkur samkeppnishæfninni og ég veit að Kristín Linda í sínu erindi hérna á eftir, hún mun nefna það til dæmis að við eigum ekki að taka umhugsunarlaust upp íþykjandi og mögulega einhver leyti úrelta löggjöf frá Evrópu, sérstaklega ekki í orkumálum þar sem að hafa verið gerð mistök í Evrópu sem hefur verið að reyna að leiðrétta núna. Og þannig að spurningin til ykkar er svolítið þessi, hvað hefur gengið vel hjá okkur síðustu 5-10 árin á þessum miklu umbrotatímum á bara orkumarkaði og í orkumálum og hverju viljum við breyta? Í hvað viljum við halda? Hverju viljum við breyta á næsta árum? Og hvor eitthvað sem má byrja? Þú ert eldri, þú mátt byrja. Ég skal gefa ráðherranum aðeins tíma til að hugsa. Það er tíminn. Ég held að þetta sé mjög góð spurning af því að ég held að margt hafi gengið mjög vel. Ég held að aðrar þjóðir öfundu okkur mikið af okkar raforkukerfi, þessu 100% endilega raforkukerfi sem að flestar þjóðir halda sig ekki hægt að keyra. Við höfum gert þetta byggt upp á ríkisstyrkja, við höfum verið með hagstætt stöðugt raforkuverð til heimila og bara eitt af fáum ríkjum bara í Vestur-Evrópu sem að hafa geta veitt stórnotum samkeppnishæft umhverfi. Þannig ég held að sé mjög mikilvægt að við horfum á það bara að okkur hefur gengið mjög vel, en það er sannarlega hægt að gera betur líka á öllum sviðum. Já, við höfum auðvitað byggt upp gríðarlega sterkt raforkukerfi hérna á Íslandi og sjáum það að við erum með einhvern mesta raforkukaupmátt í heimi og við höfum náð að viðhalda því ástandi þrátt fyrir alls konar áföll á síðustu árum og þótt kannski stjórnvöld hefðu oft mátt standa sig betur og vera betur á verðinum þá hefur framkvæmda viljinn í orkugeiranum verið mjög mikill eins og við sjáum í til dæmis stækkun á núverandi virkjunum og ýmsum svona þjóðþrifaverkefnum sem hafa þó gengið vel á síðustu árum. Eins sjáum við þetta orkuskiptunum vinda fram, við sjáum árangur þegar kemur að rafbílavæðingu og við sjáum Landsvirkjun og orkufyrirtækin taka mjög virkan þátt í þessu öllu saman. Ég held líka að viðhorfið í samfélaginu hafi breyst mjög mikið á síðustu árum og kannski meiri og meiri meðvitund það sem þarf að gera til þess að halda hlutunum hjá okkur í lagi. Þannig að ég held að mörgu leyti stöndum við á mjög góðum grunni sem hægt að byggja ofan á núna. Mér langar að nefna raforkuöryggi af því að það er nú eitthvað sem hefur verið svona gegnumgangandi í síðustu árin og alveg frá því að þú tókst við embætti að þá hefur það verið mjög ofarlega á blaði og þú hefur mikið rætt það. En svo gerist það að bæði PCC og Norðurál detta út og það er gott vatnsár og hvað maður að segja, ég veit að þú hefur notað orðið svikalogn, Hörður, stöðuna. Eru þið eitthvað að gleyma ykkur svona þótt þegar afléttir pressunni tímabundið, eru þið nokkuð búin að gleyma ykkur í ráðuneytinu? Nei, sannarlega ekki. Og góðu fréttirnar eru auðvitað þær að pressunni hún gæti lést fyrr en kannski margir óttuðust. Og þessi áföll sem hafa dunið yfir í stóriðjunni og þegar kemur að til dæmis spiluninni hjá Norðuráli, þetta breytir engu þá staðreynd að það eru verulega líkur á því að það komi upp mjög erfið ár. Núna jafnvel á þessum áratug, 29 og 30 eru svona svolítið tvísýn ár þegar kemur að jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. Þess vegna skiptir gríðarlegu máli að við fórum strax í það þegar ný ríkisstjórn tók við að klára lög raforkuöryggi sem snúa að svona aðstæðum þegar það kemur upp raunverulegur raforkuskortur, að það sé þá ákveðin forgangsröðun sem kikkar inn og eins að umhverfis- og orkustofnun hafi mjög skýrar heimildir til þess að taka stöðuna. Við höfum líka verið að fylgjast mjög vel með og gerum það með reglubundnari hætti en áður, borið saman svona samningsbundið magn og raunverulega raforkunotkun stórnotenda.
En já, það hægt að líta á þetta sem ákveðið svikalogn sem gerðist, en það gefur okkur þá líka færi á því að undirbúa ennþá betur þá lagasetningu sem framundan til þess að tryggja enn betur forgang almennra notenda óháð því hvort uppi sé mjög tvísýn staða í raforkukerfinu eða ekki. Hvaða tímalínu séu þarna? Ég að sjá fyrir mér næsta löggjafarþing varðandi þetta. Hörður, þú nú svolítið verið sakaður að hrópa úlfur, úlfur í þessum málaflokki? Já, ég verð bara að taka þann kalleik að en það kannski að því að við á Landsvirkjun höfum kannski mjög góða yfirsýn yfir kerfið og veitum hvað við getum gert, og ég held að bara fagnaði mjög að heyra ráðherrann segir að þetta, þó að sé þetta svikalogn sem ég kalla, þessar aðstæður sem hafa myndast vegna minni eftirspurnar og góðs vatnsárs, að þá vandamálið enn stærra að mínu mati, af því það að aukar stórnotandanotkun í kerfinu á sama tíma og við erum ekki að virkja. Þannig að ég hef miklar áhyggjur af þessu og ég held að leiður núna Norðurál vonandi að komast í gang bara tiltölulega hratt og það er mjög ánægt að sjá það. En þá þarf bara meðal vatnsár og þá kemur þetta mjög hratt á okkur. En við mögum líka að muna, Norðurálbilinu getur minnað okkur það líka, hlutir geta bilað. Og við skulum muna það að það eru spennar í öllum virkjunum landsins sem geta bilað. Þannig að við getum lent í líka á framboðshliðinni. Þannig að þessar spár sem við erum að horfa á að þetta gæti lafa til 2029 er með allt virki. Þannig að ég held að það er afar mikilvægt að því að það vantar í löggjöfina eins og við höfum bent á ítrekað núna í yfir 10 ár að það sé tryggður forgangur almenna markaðarins, að hann sé með forgang að orku, ekki afgangsstærð eins og hún er raunverulega í kerfinu í dag. Þannig að ég held að bara hvet stjórnvöld til þess að tryggja það að það að heimilin og almenn markaðan hafi forgang, að því að þessi staða mun koma upp. Hún kemur upp þegar það kemur verst fyrir okkur. Þá verðum við að vera tilbúin. Og ég verð bara að vera úlfur þangað til að eitthvað er búið að gera. Akkurat. Jóhann Páll, ég man eftir að þú komst á fund hjá konum í orkumálum fyrir tæpa á ári og ég held að það hefði nefnt 13 frumvörp í orkugeiranu sem að þú varst með í bígerð og allt það. Og ég held jafnvel þótt við séum með geiran hér og það séu kannski ekki allir alveg með yfirsýn yfir það. Þannig að ég ætla ekki að bjóða þér að halda kortersræðu það sem í pípunum eða það sem komið í gegn, en getur þú aðeins sagt okkur frá forgangsröðinni? Á hvað verið að leggja áherslu, hvað á að komast fyrst í gegn og hverju það að skila fyrir okkur? Nú komið rúmlega 1,5 ár síðan ný ríkisstjórn tók við. Og mér finnst heilmikið hafa áunnist þegar kemur að einföldun regluverks. Við vorum að klára núna einhverjar umfangsmestu breytingar á lagaumgjörð rammaáætlunar frá því að lögin voru sett á sínum tíma. Það sem kannski ber hæst þar að við erum að tengja rammaáætlun mjög kirfilega við orkuöflunar markmið og orkuöflunar stefnu stjórnvalda, orkuöflunar vilja stjórnvalda og gera það að lykilatriði þegar kemur að flokkun virkjunarkosta. Við erum líka að liðka fyrir rannsóknum á kostum sem í biðflokki. Við erum að setja fast ákveðna tímafresti, færri og styttri samráðsferli og líka bara nálgast rammaáætlun með svolítið öðrum hætti heldur en áður hefur tíðkast. Viðurkenna það vafningalaust að það pólitíkin sem ræður. Það ekki hægt að reikna sig niður á rétt eða rangt svar það hvort það eigi að virka einhvers staðar eða vernda. Á endanum það alltaf pólitíkin sem ræður og þá þarf líka að vera óhrætt við að nota biðflokkin. Við höfum auðvitað samþykkt núna loksins nýja rammaáætlun með 2 vatnsaflskostum. Það heilmikil breyting. Áður liðu 10 ár þar sem aðeins 1 vatnsaflsvirkjun lenti í orkunýtingarflokki og svo sem hafði verið samþykkt þar á undan. Við þekkjum auðvitað söguna af því með Hvammsvirkjun, hvernig stjórnvöld hunsuðu viðvörunarraddir og fóru í það að vinna vatnaáætlun í rauninni ofan í opið umsóknarferli sem olli allt saman miklum töfum og við höfðum hraðar hendur og brugðumst við því núna þegar dómur héraðsdóms og svo Hæstaréttar féll með lagasetningu sem eyðir þá óvissunni til lengri tíma bæði þessa framkvæmdir og margar aðrar. Það sem ég kannski spenntastur fyrir núna tvennt. Það annars vegar greining og breytingar á fyrirkomulagi og stjórnsýslu umhverfismats sem í vinnslu í ráðuneytinu. Það svona kannski næsta stóra einföldunin sem við förum í þegar við erum búin að klára almennan einföldunarpakka sem ég veit að umhverfis- og samgöngunefnd bara að leggja lokahönd á þess að við erum að sameina mörg leyfi í eitt og taka stór skref í átt að einum afgreiðslustað.
Hitt sem ég ekki síður spenntur fyrir eru breytingar sem varða í raun réttarstöðu bæði Landsnets og dreifiveitna gagnvart landeigendum þegar kemur að framkvæmdum. Þar erum við í rauninni að fara að afnema úr raforkulögum bann við því að framkvæmdir geti farið af stað meðan ekki liggur fyrir samkomulag landnotkun, eignarnámsbætur og annað. Þannig að þar erum við í rauninni að fara að taka mjög fast á þessu eiginlega neitunarvaldi sem hefur staðið þjóðhagslega mikilvægum framkvæmdum fyrir þrifum. Og þetta rétt eins og til dæmis bara það sem við gerðum á Norðausturlandi, þar sem eru komnar algjörlega nýjar forsendur fyrir frekari orkuöflunarverkefnum á næstu árum með samkomulagi ráðuneytisins Landsnets og Rarik. Þetta auðvitað breytir stöðunni og skapar forsendur fyrir frekari orkuöflunarverkefni allt land. Þannig það heilmikið í gangi. Ég ætla ekki að gera ráð fyrir að þú sést fyllilega sammála öllu sem að ráðherrann segir og á hvaða leið hann er. Þannig ég ætla að gefa þér smá möguleika og bara þeir sem halda að við sem búin að æfa allt við hörðum þá er það þannig að samkomulagið hjá okkur var það, ég má spyrja hverjum sem er og hann segi ég svara hverjum sem er. Þannig að ég ætla að gefa þér færi á því aðeins að hafa skoðun á því í hvaða löggjöf er verið að fara, í hvaða röð og hversu miklu máli það skiptir fyrir samfélagið og orkuvinnslufyrirtækin. Ég vil nú segja það samt, bara kannski vonbrigði fyrir þorra mín að ég er nokkuð sammála honum. Mér finnst þetta að vera bara meginatriðin réttu atriðin sem verða að fókusera á. Ég fagna mjög sérstaklega þessum orkuöflunar vilja. Það sé skýrt af hálfu stjórnvalda, þeim skýrt á inni bara samfélagið inni leyfisveitingaferlið, hvað telur, og ég tek algjörlega undir það að þetta eru pólitískar ákvarðanir, þetta er Alþingi, þetta er lög, og það er Alþingi sem tekur ákvörðun hvaða lög eru sett. Það er ekki einhverja faghópar sem gera það. En ég held að það hafi ekki verið þessi orkuöflunar vilji er með ólíkindum. Það er sem það voru bara skilaboðin í rammaáætlun, það var alveg í lagi, það kæmi ekkert út úr því að það var kannski bara búið að virkja nóg. Þannig ég held að það sé, en ég held að það sem ég kannski meiri áhyggjur af bara hvenær klárast þetta telur ekki fyrir að góður ásetningur telur ekki, það eru þegar þetta klárast og þetta eru mörg frumvörp, þannig að það er bara hvatning að fá þetta samþykkt. Ég held að það sé líka alveg gríðarlega breiður stuðningur í Alþingi, eins og við sáum bara síðast er þetta frausalti þinginu út af einhverju alveg óskyldu máli sem er náttúrulega mjög slæmt. Þannig að ég bara hvet ráðherrann og Alþingi bara að koma þessum málum áfram og koma þeim í virkni síðan inn í stjórnkerfinu. En tölum þá aðeins það sem að ráðherra kom aðeins inn á áðan, þar að segja hvers vegna okkur gengur svona illa að koma verkefnum áfram, jafnvel þótt fyrir þeim sé þótt þeir séu skýrar ákvarðanir stjórnvalda á bæði sveitarstjórnarstigi og hjá framkvæmdarvaldinu, jafnvel stuðningur almennings en okkur gengur samt svolítið illa og það gildir ekkert bara eitthvað virkjanir en svona uppbyggingu grunninnviða. Ég meina Landsnet rekur sig á þetta líka, Vegagerðin og fleiri þar sem er verið að fara í stórar framkvæmdir og það getur verið óbáslega erfitt að koma verkefnum á stað, jafnvel þótt að sé meiri hluti fyrir þeim. Já, ég held að þau getur sagt að þetta er ekki bara á Íslandi, þegar við sjáum þetta líka í Evrópu. Evrópa er kannski búin að koma sér alltaf miklar ógöngur mjög flóknu regluverki. En ef við horfum bara á þessar aðstæður hérna, það er mikilvægt að þessar tafir til þess að Hvammsvirkjun, þær snúa nánast ekkert að virkjuninni sjálfri. Það snúast ekkert að efnislegum ágöllum virkjunarinnar eða áhrifum virkjunarinnar á náttúru eða samfélagi eða eitthvað leiðis. Vissulega eru þau mikil, en það er búið að fara mikið samráðsferli, umhverfismat og annað komið bara niðurstaða sem ég held að sé bara nokkuð góð. En það snýst alltaf málsmeðferð. Þetta snýst bara fólkið sem er að vinna málsmeðferðina. Það eiginlega skilur ekki málsmeðferð, það eru að vinna stofnanirnar, það skilja ekki lögin. Og stundum eru bara ákattar á lögunum eins og ráðherra virka innleiðingu vatnatilskipunarinnar sem bara enginn skildi hvað var verið að gera. Hvaða afleiðingar voru af þessu flóknu lögum. Og svo eru náttúrulega rammaáætlun sér íslenskt fyrirbyrði. Norska rammaáætlun sem er búin fyrir löngu síðan, hún var allt öðruvísi. Hún var allt öðruvísi unnin og allt öðruvísi miklu meiri, já skiptir ekki máli. En þannig að við erum líka að flækja sér íslenskri löggjöf með innleiðum kannski á löggjöf eins og vatnatilskipunin. Ég held að flestir sem að kynna sér vatnatilskipunin spyrja var þetta mikilvægt fyrir Ísland? Er þetta eitthvað sem er vatnið vandamál á Íslandi? Erum við að skapa svona óbóðslegt flækjustig? Hefðum við einhvern tíma gert þetta svo ótilneytt? Og ég held að svarið sé nei. Þetta hefði aldrei verið að framála í rauninni hjá okkur. Hvað segir þú, Jón Páll? Af hverju gengur okkur svona illa að koma verkefnunum áfram? Er þetta ekki alltaf að koma? Við erum að fara núna inn í eitthvað stærsta framkvæmda árið ykkar frá upphafi. Þeir eru að fara að stækka
Þeistareykji, Sigölduvirkjun, Hvammsvirkjun, stór útboð framundan. HS Orka líka í stórum verkefnum, voru að stækka í Svartsengi og fara núna í eldvörpin. Og við erum smá saman að skapa líka meiri fyrirsjáanleika framtíðina, til dæmis með því að samþykkja núna í orkunýtingarflokk næstu virkjun í Þjórsárholtavirkjun og svo Skrokkölduvirkjun og svo í öðrum rammaáætlunarpakka núna í vor þar sem koma inn vatnsaflskostir á Vestfjörðum og einn stærri jarðvarmakostur hérna á suðvesturhorninu. En við þurfum auðvitað að halda áfram þessari vegferð að einfalda regluverk, klára þessi mál sem ég er með nú þegar inn í þingi en stíga líka enn stærri skref. Ég held að samt reynir mikið það sem kom fram hjá stjórnarformanni, þú reynir nú bara þegar við förum áfram með Holtavirkjun og Skrokköldu sem var mikið fagnaðarefni að fór í nýtingarflokk, hvernig gengur að koma þeim í gegnum leyfisveitingar? Verður það einfaldara, það sem við verðum að vona? Þess vegna er eiginlega hitt frumvarpið sem við erum að klára núna, eða sem umhverfis- og samgöngunefnd er að leggja lokahönd á, og svo framhaldið að því frumvarpið sem ég tæpti nú aðeins á áðan, eiginlega ennþá mikilvægara heldur en rammaáætlunarbreytingarnar. En það segir sig auðvitað sjálft að þegar við erum með kerfi rammaáætlun þar sem orkuframboðið er að einhverju leyti bara miðstýrt af ríkisvaldinu, þá er auðvitað ekki hægt að benda á neitt annan heldur en pólitíkina þegar mjög miklar tafir verða. Ég held að sé líka ágefni, ef við horfum á þetta varandi bara því við viljum, held ég mjög margir vilja aukna samkeppni í raforkunni í Íslandi, bara með þetta fyrirkomulag sem hefur verið, ég bara fullyrði það að það getur þetta enginn nema Landsvirkjun. Það getur ekkert einkafyrirtæki tekið þátt í svona málsmeðferð. Kostnaðurinn og óvissan sem er í boði er algjörlega ósætt. Það er bara djúpir vasar Landsvirkjunar og þolinmóður eigandi sem gera þetta mögulegt, annars myndum við bara bakka út. En eitt er það sem við getum gert hér heima. Á meðan, þegar við erum að tala um orkueyjuna í Ísland og alþjóðlega samkeppni, þá er alltaf fleygiferð í kringum okkur. Og mér langar í því sambandi að nefna, ég veit að þú til dæmis nýkomin heim frá Noregi, Hörður, þar sem er bara víðtæk samstaða mjög miklar niðurgreiðslur. Við erum að tala 100 milljarða króna niðurgreiðslur, bæði til heimila og til stórnotenda, sem augljóslega skekkir samkeppnisstöðuna. Hvernig getum við brugðist við þessu? Það er ekki sérstaklega á dagskrá að fara að innleiða CO2 endurgreiðslur fyrir stóriðjuna hér eins og hefur tíðkast annars staðar. Það er bara kostnaður sem ríkissjóður núna ríða ekkert við. Við getum þó gert mjög margt til þess að auka samkeppnishæfnina, meðal annars tekið á sérleyfis hlutanum og reynda að halda í skefjum þessum miklu hækkunum sem hafa orðið þar og verða áfram nema tekið sé í taumana. Og við erum að styrkja raforkueftirlitið, við erum með frumvarp núna inn í samráðsgátt sem lítur að því að styrkja sjálfstæði þess og heimildir. Við erum líka að vinna greiningu á aðferðafræði tekjumarka og leiðrar arðsemi og raforkueftirlitið búið að vera á kafi í svona skilvirkni greiningu sem geti þá orðið undanfari hagræðingarkröfu á sérleyfisfyrirtækin. Þannig að það er mjög margt þarna megin sem við getum gert til þess að reyna að auka samkeppnishæfni. En hitt skiptir ekki síður máli að halda fjármagnskostnaði í skefjum með því að koma í veg fyrir þessar miklu og óþörfu tafir að landeigendur, jafnvel dánarbú eða fólk sem á heima í Reykjavík en á sumarbústað einhvers staðar farið með hálfgert neitunarvald jafnvel þegar kemur að þjóðhagslega mikilvægum framkvæmdum í orkukerfinu. Þannig að það er mjög margt svona sem við getum gert til þess að halda aftur af kostnaði, koma í veg fyrir að hann verði okkur algjörlega ofviða og eyðileggi samkeppnishæfnina á Íslandi. Ég meina, þetta er eitt af það sem að Tinna var að tala um. Þetta eru svæðin sem við erum að keppa við, hluti af Noregi, Kanada og svo framvegis. Við erum ekki með ódýrustu raforkuna, við getum ekki keppt á þeim grunni, en samkeppnishæfni gengur náttúrulega út á fleira. En þetta gerir okkur erfiðara fyrir, ekki satt? Jú, þetta allan tímabundið, en við okkur borum gæfa líka til að byggja upp sjávarútveginn án styrkja og við erum með öflugasta sjávarútveginn. Ég held að svona ríkisstyrkja leiðir endi alltaf með að hafa neikvæðar áhrif. En ég held samt að þetta sem við drifið þetta áfram þetta miklu styrki í Noregi er náttúrulega þegar menn hafa misst stjórn á raforkumarkaðnum. Eitt eru
ETS-niðurgreiðslurnar til stóriðjunnar sem ég held að sé meira svona viðskiptalega ákvörðun. Við erum að horfa til langs tíma hvert raforku verður að fara í Noregi. En við erum að horfa á hvað var gert núna í síðastliðnu hausti sem var innleitt svokallað Norgesprís til almennings. Því almenningur bara var orðinn brjálaður á þessu sveiflukenndu og háa raforkuverði sem höfðu orðið á mörkuðunum, að það er sett inn hámark upp á 40 evrur. Þú getur bara fest verðið á 40 evrum. Og norska ríkisstjórnin setti í budget fyrir þetta ár sem 12 milljarða norska fyrir þessa, það eru svona 150 milljarðar íslenskar sem var settir í það að niðurgreiða til heimilanna á þessu ári. Og það er líklega núna í febrúar, líklega kláruðust þessir 150 milljarðar. Ég var þarna í byrjun mánaðarins og þá voru þeir búin með einhverjar 9 af þessu 12. Það var svo hátt verðið núna. Þannig að sko, þarna er það bara, menn missa stjórn á verðmynduninni sko, í svona skortástandi og þá fara menn líka niðurgreiða til heimila, menn fara niðurgreiða til stóriðjunarnota, fara niðurgreiða til heimila, þá erum við komin í ógöngur. Við þurfum líka að passa okkur á því. En við höfum enga burði til að niðurgreiða, við höfum bara engan olíuiðnað eða annað og leiðum fyrir að niðurgreiða eina atvinnugreina þá lendum við í ógöngum. Þegar þú segir, þeir mistu stjórn á raforkumarkaðnum, getur útskýrt aðeins betur? Þá bara í samanburði við það sem við erum að tala raforkumarkaðinn hér. Já, þetta fyrirkomulag raforkumarkaða í Evrópu, svona Nordpol fyrirkomulag, það virkar vel þegar það er nægt framboð. Þá virkar það vel. Þá forgangsraðar orkun inn og það er bara dregið úr jarðefnaeldsneyti eftir því sem verðið breytist þá. En ef það myndar skortur á markaðnum, sko, því þetta er vara sem að fólk getur ekki verið á þá, sko, eftirspurn eftir raforku minnkar nánast ekkert og hækkar verðið, nánast ekki neitt. Þannig að þá fer bara verðið upp úr öllu valdi og það gerðist, það bara verðið hækkað og hækkaði og þetta var bara endanum bara í kosningunum á síðasta ári, þá verður allir stjórnmálaflokkar í Noregi sammála því að kippa markaðnum á sambandi, gagnvart almenningi. Ég hef aldrei trúið að þetta myndi gerast, þetta er þverpólitísk samstaða og þeir tóku sér 150 milljarða og þeir eru búnir í febrúar. En þetta er svona raun og veru markaðsbrestur sem er orðið þarna sem er að valda bara mjög miklu skaða í samfélaginu. Já, ég sé að fjármálaráðherra fór svona hann bara, þú veist að nefna þessar tölur. Þetta er ekki heillandi framtíðarsýn fyrir það sem situr í ríkisstjórn núna og kannski bara ekki fyrir nokkurn mann. En mér langar að nefna á því að þú ert umhverfis, orku og þú ert loftslagsráðherra og ég held ég sé ekki einum það og ég held ég sé ekki segni tíðindi að sko, ég upplifi dálítið þetta að loftslagsmálin að þeim hafi verið að einhver heldur bara verið ýtt til hliðar fyrir öryggismálin. Það sé bara það sem við þurfum að gera, það sé óhjákvæmilegt. En mér langar að spyrja ykkur, sko, hvaða leið eigum við að fara í þessu? Þetta er málaflokkur sem við eigum ekki að ýta til hliðar, hann er okkur gríðarlega mikilvægur. Hvernig eigum við að nálgast loftslagsmálin á þessum tímum? Ég held að sé mikilvægt að nálgast þau í rauninni með því að forgangsraða þeim loftslagsaðgerðum sem hafa margþættan ávinning. Við töluðum aðeins orkuskipti áðan sem felur í sér gjaldeyrisparnað og gerir okkur óháðari duttlungum olíubaróna og harðstjóra út í heimi eða stríðsátökum. Þetta skiptir gríðarlegu máli. Endurheimt votlendis, það er aðgerð sem felur í sér gríðarlegan ávinning, er þjóðhagslega hagkvæm aðgerð og ver okkur líka gegn áhrifum loftslagsbreytinga, er aðlögunar aðgerðum leið. Svo er það auðvitað eitt sem við höfum lagt áherslu á er að því vorum að tala samkeppnishæfni stóriðju og svoleiðis áðan. Við fórum í sérstakt átak og erum að horfa í rauninni til ETS hlutans með miklu markvissari hætti heldur en áður hefur verið gert og erum að veita þar styrki úr loftslags- og orkusjóði til þess einmitt að stórnotendur geti reynt að fara í að hanna og þróa og innleiða tæknilausnir til að draga úr notkun, til að draga úr losun sín megin. Þannig að það er svo margt svona sem sko hefur þjóðhagslega jákvæð áhrif sem er hægt að afla pólitísks stuðnings við og almanna stuðnings við sem er til þess fallið að draga úr losun og hjálpa okkur að ná metnaðarfullum markmiðum. Þetta þarf ekki að vera einhver kvöð og eitthvað ægilega erfitt og ömurlegt. Þetta er fyrst og fremst mjög spennandi tækifæri. Einmitt, þetta snýst ekki bara kostnað. Já, ég held þannig að taka þetta aldrei undir sem að ráðherra sagði. Ég held að sko, eins og ég hef áður bent á varðandi loftslagsmálin, ég held að það sé afskaplega mikilvægt í þeim verkefnum sem eru valin að þau séu fjárhagslega arðbær. Ég veit að þetta fer í taugarnar á sömu náttúruundur sem þeir segja þetta,
af því að hérna er einhvern veginn að segja að sko náttúran sé ekki í forgangi. Það er alls ekki það. Það er bara ef það er ekki fjárhagslega arðbært og ef við ætlum að fara að stilla þessu upp sko í peningum sem við erum að taka úr ríkissjóði við hliðina á heilbrigðiskerfinu, við hliðina á menntakerfinu, við hliðina á félagslega kerfinu og hliðina á innviðum og segja svo loftslagsmál. Þá verður aldrei hægt að fá aðila kjörn á þing sem að setja þetta 5. atriði loftslagsmálin inn. Það er bara bláköld staðreynd. Sem útgjaldaflokk. Nei, það er bara einfaldlega, þá koma bara sko raddir sem segja bara loftslagsmálin sé bara ekki, við heyrum þetta bara í dag, þetta er bara della, það er ekki vandamál. Þannig að en sko við verðum að fá þetta sem sko efnaðslega sko til lengri tíma, það getur verið að það þurfa að vera til lengri tíma, en að fólk trúa því að þetta sé góð fjárfesting efnaðslega og þess að minna bara okkur á það að fyrir tvö orkuskiptareikningar þau voru ekki drifin áfram á loftslagsmálum. Við rafvætum og þegar við tókum inn hitaveitunar þá var það gert bara með langtíma hagsmuni sem var síðan mjög góð. Við olíukreppu og svoleiðis. En það eru og það er náttúrulega sko það langmesta framlagið til loftslagsmála er að búa til endurnýjanlega orku. Og við getum líka farið hina leiðina svo horfum tilbaka á síðustu 10 árum þegar við vorum ekki með orku sem við gátum ekki tekið tækifæri sem Tinna var að tala um. Hvað gerðum við þá? Þá byggðum við upp atvinnugrein sem notar olíu. Ekkert vandamál. Það er ekkert vandamál að fá að flytja aukna olíu. Þannig að sko það er besta og arðbærasta leiðin til þess að berja sko og þetta segja aðreitar Sameinuðu þjóðanna og fleiri er að auka endurnýjanlega orkuvinnslu. Það er mjög hagkvæmt og hefur mjög jákvæð áhrif á hagkvæmni og okkar stærsta framlagið. Já, ég tek undir þetta og mörgum hefur þótt að furðulegt en ég sem umhverfis orku- og loftslagsráðherra, ég lít líka á það sem mitt hlutverk að hampa stóriðju að einhverju leyti vegna þess að það er hagkvæmt út frá loftslagssjónarmiðum að þessi starfsemi fari fram hér á landi og sé knúin endurnýjanlegri orku. Það er eitt af okkar stóru framlögum til baráttunnar gegn hlýnun jarðar. Og byggja upp nýjar atvinnugreinar sem byggja á endurnýjanlegri orku, þá þurfum við ekki að fara í orkuskipti. Akkurat. Ferðaþjónustan er knúin jarðefnaeldsneyti, því miður, vonandi breytist það smám saman, en orkukræfur iðnaður, orkusækin iðnaður, þetta fellur að markmiðum okkar bæði aukna framleiðni, spennandi byggðaþróun og atvinnutækifæri allt land, en líka að markmiðum okkar að draga úr svona kolefniskrafni útflutnings á Íslandi. En af því að þú myndist nú á olíukreppuna og ég held að bara svona tíðindi helgarinnar, þú myndist á stríðsátök, olíubaróna og einræðisherra. Það er ennþá þannig að 40% af orkunotkunin á Íslandi er jarðefnaeldsneyti ef við tökum sko húshitun frá. Þá er þetta 40-60 og við borgum 100-150 milljarða ári fyrir þessa olíu og þrátt fyrir tryggingar og svo framvegis að þá er engin leið að vita einhvern veginn núna hvert eru að sigla með stríði í Miðausturlöndum. Hvaða áhrif, það lítur vera að menn í ykkar stöðu á mánudagsmorgni eftir svona fréttir hugsið hvaða áhrif þetta að fara að hafa? Ja, þetta er auðvitað áhyggjuefni og sérstaklega eftir því sem átökin breiðast út. Ég held að þetta ætti að vera okkur brýning annars vegar til svona skemmri tíma, þá þurfum við að klára það að koma okkur upp neyðarbirgðum af eldsneyti, af olíu, 90 daga neyðarbirgðum eins og löndin í kringum okkur hafa gert. Það er bara mjög mikilvægt þjóðaröryggismál og þetta er eitthvað sem við erum í mjög markvissri vinnu við núna og erum að fara að halda samráðsfund núna í næstu viku með olíuinnflytjendum. En til lengri tíma þá er þetta áminningu mikilvæg þess að halda áfram orkuskiptunum og að tryggja orku fullveldi og orku sjálfstæði hérna á Íslandi. Já, ég held að bæði þetta og náttúrulega líka innanlands í Úkraínu og afleiðingar á viðskipti Rússland við Evrópu og það var náttúrulega, sko, sáum það náttúrulega sem við erum búin að sjá ef við séð meira hvað gerðist og núna er þetta meira hvað mun gerast en áhrifin á þetta innanlands í Úkraínu og hvernig áhrif það hafði á orkumarkaði sem Evrópa var ekki sjálfur sér nægt orku, treyst á gasið og hægt að taka gasið, þá fór Evrópa verðið alveg upp úr öllu valdi. Þannig ég held að þetta segir bara að orkulega séð að þá þurfa þjóðir að vera
segjum ekki alveg sjálfur sér nægar, en það þurfa að vera geta séð sig frá vinveittu þjóðum og svo getur spurt hvað vinveitt þjóð í dag. En ég held að þetta segir bara að við þurfum að við líka spurt okkur hvar hefðu við verið gegnum krísurnar ef við hefðum ekki verið með húshitunina. Ef við varum ennþá að nota jarðefni þessum mæli. Ísland slapp rosalega vel. En þetta mikið ágefni og segir bara við þurfum að vera miklu. Ég tek út öryggisbyrðirnar sem eru náttúrulega alveg ótrúlega litlar og bara ábyrgðarleysi. En ég held að við þurfum að vera mun sjálfstæðari heldur en við höfum verið. Þetta ágætis brýning. Klukkan gengur ekki, þannig að ég hef enga hugmynd hvort ég komin yfir tímann. Kæra þakkir fyrir spjallið, Jóhann Páll og Hörður, og það tímabært að huga næsta dagskrárlið. En áður en Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, ávarpar fundinn fyrir hönd eigendana okkar allra. Þá langar okkur að sýna ykkur stuttmyndband flutningana sem búið að nefna hér ítrekað framundan, þessar 14 vindmyllur sem koma til Þorlákshafnar í vor og verða svo fluttar upp í Vaðölduver þar sem þær rísa í sumar. Miklir flutningar verða á næstu misserum í tengslu við uppbyggingu Vaðölduvers. Markmið með þessu myndbandi að öll íbúar, vegfarendur og ferðaþjónusta viti hvað framundan og hvernig flutningum verður háttað. Vindmyllurnar í Vaðölduveri verða 28. Hver vindmylla samanstendur af 13 meginhlutum sem þarf sérstakt leyfi til að flytja, auk 8 gáma með íhlut. Alls áætlaðar 350 til 400 ferðir á sérbúnum flutningabílum. Hver flutningalest getur orðið allt að 250 metra löng. Flutningsleiðin 130 kílómetrar. Hún liggur frá Þorlákshöfn eftir Eyrarbakkavegi, Votmúlavegi, Gaulverjabæjavegi, Suðurlandsvegi og frá landvegamótum eftir landveginum upp að Vaðöldu. Hver ferð tekur 4 til 6 klukkustundir. Flutningar á fyrri 14 vindmyllunum hefjast í vor og standa yfir að kvöld- og næturlagi 5 til 6 daga vikunar í 7 til 9 vikur samfleytt. Hinn helmingurinn verður fluttur á svipuðum tíma að ári. Við munum birta uppfærðar upplýsingar flutninga, lokanir og hjáleiðir leið og það liggja fyrir. Takk fyrir samvinnuna. Góðir gestir, í mínu fyrra starfi lenti ég oft í því að fjalla Ísland á erlendi grundu og víða fyrir framan sal sem ekki hafði grænan grun hvað þetta Ísland var. Og af því ég auðvitað stoltur af Íslandi að þá átti ég 2 glærur sem ég notaði ávallt í svoleiðis kynningum. Og þær sýndu 2 grundvallarstoðir íslenska hagkerfisins miðað við stærð hagkerfisins ef ég var að hitta hagfræðinga og miðað við höfðatölu ef ég var að hitta einhverja aðra. Og þessar 2 stoðir annars vegar fiskur og hins vegar raforka. Það nefnilega þannig að ef við höldum okkur við sjálfstæð ríki þá Ísland á þannig stað, varðandi þessar 2 auðlindir, að allar aðrar þjóðir heimsins líta út eins og klessa af punktum, límd við X-ásinn og Ísland eitt upp í rjáfri. Ísland á algjört heimsmet hvað varðar raforkuframleiðslu, hvort sem á einingu landsframleiðslu eða á íbúa, sama á við fiskauðlindir Íslands. Þetta mikilvægt að hafa í huga, en það líka mikilvægt að hafa í huga hvers konar lífæð fyrir íslenska hagkerfið þessar auðlindir sem og aðrar auðlindir, svo sem eins og íslensk náttúra, hafa reynst íslensku efnahagslífi. Það alls ekki sjálfsagt að lítil þjóð við heimskautsbaug til þess að gera erfiðu landi geti byggt upp
þá velferð sem okkur hefur tekist að byggja upp. Og ef það var þannig að ég væri að flytja þessar ræður fyrir framan erlenda aðila á Íslandi, að þá spurði ég oft spurningarinnar: ef þú horfir í kringum þig í þessu herbergi, hversu margt getur þú bent á sem þú heldur að hafa verið framleitt á Íslandi? Og yfirleitt vafðist fólk í tunga tönn, horfði í kringum sig og komst svo að þeirri niðurstöðu að sennilega væri ég það eina sem væri raunverulega íslenskt í herberginu, sem var svona það bil rétt, ekki alveg. Og þá kemur spurningin: hvernig datt þessum útlendingum til hugar að gefa okkur alla þessa hluti sem við umkringjum okkur? Og svarið er auðvitað: það datt þeim alls ekki til hugar. Við framleiddum eitthvað fyrir þá og þeir framleiddu eitthvað fyrir okkur. Á þeim viðsjálfverðu tímum sem því miður eru upp í alþjóðakerfinu nú stundir er gott að rifja upp hversu ómetanlegt það er annars vegar fyrir Ísland að búa að sterkum auðlindum og þekkingunni til að nýta þær, getunni til að nýta þær með skynsamlegum hætti, og hins vegar mikilvægi frjálsra, opinna viðskipta í heiminum. Á undanförnum misserum höfum við séð miklar breytingar verða á því alþjóðakerfi sem hefur reynst svo gott fyrir Ísland, og það er þess vegna ákaflega jákvætt að sjá þær þjóðir sem kannski eru í heldur betri stöðu en við til að hafa áhrif á þróun alþjóðamála, en eru þó ekki nógu stórar til þess að standa undir því sjálfar, byrja að koma sér saman áframhald. Það var ekki markmiðið hér í dag að ræða þennan grunn, en það er mikilvægt að við höfum hann í huga vegna þess að nýtingu íslenskra auðlinda er hvergi nærri notuð. Það liggur fyrir og kom glögglega fram í máli Harðar og Jóhanns Páls hér áðan að Ísland þarf að afla meiri orku. Orkan er lífæðin í hagkerfinu okkar, blóðið sem gerir líkamannum kleift að vinna vinnu, og þó svo stór hluti okkar orkuframleiðslu fari til þess að gera fárra fyrirtækja, að þá er það á grundvelli þessa líkans sem okkur hefur tekist í þessu til þess að gera stóra og erfiða landi að byggja upp eitthvert öruggasta raforkukerfi í heiminum á grundvelli sjálfbærrar orku þar að auki. Sem eigandi verð ég að viðurkenna að Landsvirkjun er eitt af krúnudjásnum í eignamöppu ríkisins. Það hefur verið brautryðjandi í arðsemisgreiningu og greiðslu arðs til eiganda sem er eðlileg krafa. Allt opinbert fjármagn kostar, óháð því í hvað það er notað. Af því er alltaf fórnarkostnaður, og það er ákaflega ánægjulegt hvað Landsvirkjun hefur verið leiðandi í að ryðja til rúms þeirri hugsun að eðlilegt sé að gerð sé ávöxtunarkrafa á bundið fjármagn í opinberum fyrirtækjum. Á þessu ári innleiddi fjármálaráðuneytið viðauka við eigendastefnu sína í öllum opinberum fyrirtækjum, einmitt á sambærilegum grundvelli og Landsvirkjun hefur byggt á langt skeið, vegna þess að það er ekki til neitt sem heitir ókeypis fjármagn. Ýmis verkefni þarf að vinna og oft er eðlilegt að ríkið leggi því fé, en að halda því fram að það fjármagn fel ekki í sér fórnarkostnað í formi einhverra annarra verkefna sem ekki eru unnin eða vaxta sem greiða þarf, er auðvitað fráleitt. Landsvirkjun hefur og mun hafa
yfirburðastöðu á íslenskum markaði. Þetta hlutverk kallar á ábyrgð og í því samhengi fullkomlega eðlilegt að sú ábyrgð hvíli hjá ríkinu sem eiganda. Rekstur Landsvirkjunar hefur gengið vel, þrátt fyrir ýmislegt sem á móti hefur blásið. Lánshæfiseinkunn Landsvirkjunar núna á pari við sambærileg fyrirtæki í nágrannalöndunum sem með því besta sem við þekkjum. Skuldsetning hefur snarminnkað og raunar má halda því fram í ljósi þess hvers eðlis eignir Landsvirkjunar að sennilega sé eiginleg staða Landsvirkjunar ennþá sterkari en ársreikningar fyrirtækisins gefa til kynna, einfaldlega vegna þess að vatnsaflsvirkjun hefur endingartíma sem langtum lengri en afskriftartími mannvirkjana. Tekjur upp á 75 milljarða, hagnaður upp á 25 milljarða og arðgreiðslur til ríkisins upp á 20 milljarða allt til merkis þessa sterku stöðu. Ég vil nýta þetta tækifæri til að þakka bæði stjórnendum Landsvirkjunar og nýskipaðri stjórn Landsvirkjunar fyrir ákaflega farsælt samstarf á undangengnum árum. Jóhann Páll fór hér áðan yfir áherslur þessar ríkisstjórnar hvað varðar áframhaldandi uppbyggingu í orkuöflun á Íslandi. Við verðum að halda áfram að nýta þær auðlindir sem hér þjóðinni til heilla. Það þýðir auðvitað ekki að við tökum ekki tillit til þess að það verðmætum fórnað í því ferli. En það þýðir hins vegar að við þurfum að vera raunsæ hvað varðar hvernig við forgangsröðum, hvað við verndum og hvað við veljum að nýta. Við vitum að eftirspurn eftir orku á eftir að aukast mikið og hér áðan var talað raforkuöldina. Ég sannfærður að sú greining rétt. Við komum inn í þá öld með forskot og það forskot sem við þurfum að nýta. Ég vék að því áðan að við hefðum gert breytingar á eigendastefnu ríkisins í viðaukum við eigendastefnu og höfum þar horft mjög til Landsvirkjunar og ákaflega stolt af henni. Ég hlakka til áframhaldandi samstarfs við þetta fyrirtæki og stjórnendur þess. Það hornsteinn í verðmætasköpun á Íslandi og við eigum að vera stolt af afrekum þess. Takk fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þetta, Daði Már. Þá komið að lokaatriði fundarins. Rúsínan í pylsuendanum Kristín Linda Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar. Gjörðu svo vel. Ráðherrar, ágætu gestir. Við komum öll hér saman undir yfirskriftinni Orkueyjan og alþjóðleg samkeppni. Og við búum auðvitað á þessari orkueyju og við höfum byggt hér upp lokað orkukerfi, en við erum samt sem áður órjúfanlegur hluti af miklu stærri heild og við verðum fyrir miklum áhrifum af breyttri heimsmynd. Heimurinn hefur kannski alltaf verið ófyrirsjáanlegur, en kannski aldrei sem nú. Í okkar heimshluta höfum við nú verið að upplifa óvissu í samskiptum ríkja, tollastríð og nýjar öryggisógnir. Og það má segja það að fréttir helgarinnar hafi svo sannarlega ekki dregið úr þessari óvissu. En græna orkan okkar auðvitað áfram gríðarlega mikilvæg.
Því að þótt að áherslan hafi verið að færast kannski meira yfir í öryggismál og verja samkeppnishæfni og lífsgæði, þá verðum við að muna að það græna orkan sem grunnur að öryggi landsins, samkeppnishæfni og lífsgæðum. Og bara eins og Tinna benti á hér áðan, þá eru einstaka ríki og heilu álfarnar auðvitað að reyna að vinna því að tryggja sína samkeppnishæfni. Við horfum auðvitað meðal annars til meginlands Evrópu, þeirrar álfu sem við eigum sterkust tengsl við. Skýrsla Mario Draghi samkeppnishæfni Evrópu kom eins og köld vatnsgusa framan í æðstu stjórnendur álfunnar. Og hún var svo sannarlega ekki pöntuð að tilviljun. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins undir forsæti Ursulu von der Leyen fékk Draghi til verksins vegna trúverðugleika hans sem fyrrverandi seðlabankastjóra Evrópska seðlabankans og vegna þess að Evrópa stóð frammi fyrir sívaxandi áhyggjum af samkeppnisstöðu Evrópu gagnvart Bandaríkjunum og Kína. Og það má ekki gleyma því að þessi skýrsla verði til í skugga djúpstæðrar orkukreppu. Hún gefin þarna út í svona lok árs 2024 og skýrslan sýnir fram og niðurstaðan skýr og hún óþægileg. Það bara mikil hætta á því að Evrópa sé að dragast aftur úr. Og Draghi bendi bara á það að án þess að auka verulega framleiðni innan Evrópu muni Evrópa ekki geta fjármagnað það módel sem að álfan byggir af. Og það þetta kjarni málsins því að sama tíma alveg eftirspurnin augljós. Fólk vill flytjast til Evrópu vegna lífsgæða stöðuleika samfélagsmódelsins. En Draghi bendir á að þessi staða sé ekki sjálfgefin til framtíðar. Boðskapurinn þannig bara mjög harður en mjög skýr. Ef Evrópa ætlar að verja sín grunngildi og lífskjör, þá þarf hún að auka framleiðni hratt og það krefst róttækrar og marktækra breytinga á orkumálum, fjárfestingum, innri markaði og svo framvegis. Ykkur finnst kannski ekki skemmtilegt eða jafnvel óþægilegt að vera að ræða evrópskt regluverk, en það bara mjög mikilvægt að ræða þetta. Nú við að bregðast við það sem við köllum við lögfræðingarnir, afsakið þið verkfræðingar sem fylli hérna salinn, köllum þetta innleiðingarhalla. Það semst verið að leggja fram frumvörp sem byggja á evrópskri löggjöf sem á mörgu leyti var mótuð við allt aðrar aðstæður en við búum við í dag. Þannig að þetta var kannski bara önnur heimsmynd. Á meðan Ísland núna að horfa til orkutilskipunar sem kallum orkutilskipun 2, hefur Evrópa þegar stigið næstu skref. Nýrri útfærslur í regluverki fela í sig mun markvissari tæki til að hraða uppbyggingu endurnýjanlega orku og styrkja samkeppnishæfni álfunnar. Og samhliða þessu hefur líka Evrópa hafið leiðréttingu á sínu eigin regluverki að innan. Dregið til dæmis kröfum varðandi útgáfu á sjálfbærni upplýsingum og farið í vatnatilskipunina og þeir eru bara að skoða allt sitt regluverk út frá því hvernig getum við tryggt þessa verðmæta sköpun. Stefnan einföld. Að auka samkeppnishæfni með einfaldara regluverki, hraðari ferlun og minni óþarfa byrðum á fyrirtæki. Og í þessu ljósi þá verðum við kannski að spyrja okkur á því, skynsamlegt nú þegar að Ísland að innleiða regluverk sem var hannað fyrir nær áratug, áður en að orkukreppan skall á og áður en Evrópa sjálf hófa að endurskrifa leikreglurnar. Við höfum kannski, eða ég held bara örugglega ekki, efna á að bíða í 8 til 10 ár eftir þeim lausnum sem Evrópa núna að setja fram. Og þess vegna held ég við verðum að horfa fram á við og taka inn jafnframt, ég segi jafnframt, þau nýju úrræði sem að koma, sem sérstaklega hafa verið sett fram til að hraða orkuskiptum og efla samkeppnishæfni.
Og munum, þetta var bara mjög skýr boðskapur hjá Mario Draghi. Ef Evrópa og þar með við ætlum að hafa efni á þessu samfélagsmódeli sem við búum við, þá dugar ekkert hálfkák. Það þarf grundvallarbreytingu sem styðja við framleiðni, hraða orkuskiptum og styrkja samkeppnishæfni. En höldum nú aðeins áfram að huga samkeppnishæfni Íslands og íslensk atvinnulífs. Og hún Tinna fór nú vel yfir þetta áðan og það má kannski segja það að við vitum svona nokkurn veginn hvað við þurfum að gera. Við þurfum að koma nýrri grænni orku inn á kerfið og hún þarf að vera samkeppnishæf í alþjóðlegum samhengi. Við þurfum einfaldari, hraðari og fyrirsjáanlegri leyfisveitingaferla fyrir orkumannvirki og við finnum það svo sannarlega, takk ráðherra, að það er skýr vilji hjá þér fyrir þessum markmiðum. En við þurfum líka traust flutnings- og dreifikerfi sem er jafnframt samkeppnishæft, skýra orkupólitík og atvinnustefnu. En samkeppnishæfni snýst líka vilja samfélagsins til þess að hafa viðkomandi starfsemi hjá sér. Bara vilji almennings. Og til þess að komast að því hvort að við höfum þennan vilja almennings, þá höfum við verið í langan tíma að spyrja almenning og hagaðila þeirra afstöðu. Við höfum reyndar frá byggingu Kárahnjúkavirkjunar ásamt Alcoa mælt afstöðu íbúa í landshlutunum til fyrirtækjanna beggja. Rannsóknarmiðstöð ferðamála hefur einnig kannað afstöðu ferðamanna á svæðinu og síðan kannar Gallup afstöðu landsmanna allra einu sinni á ári. Og það þetta mjög ánægjulegt frá því að segja að niðurstaðir þessara kannana eru allar á einn veg. Við höfum aldrei mælt og ég myndi segja fundið fyrir jafn mikilli jákvæðni. Leyfðu mér að fara yfir nokkur atriði úr þessum könnunum. 66% landsmanna eru jákvæð í garð Landsvirkjunar en 6% neikvæð. Tæp 70% eru hlynnt frekari virkjunarframkvæmdum og 15% eru því andvíg. 87% telja að Landsvirkjun skapi mikil verðmæti fyrir íslenskt samfélag en einungis 2% telja þessi verðmæti vera bara fremur lítil. Og að sama skapi er ánægjulegt að 85% telja að virkjanir Landsvirkjunar hafi hreinlega jákvæð áhrif á íslenskt samfélag. Og það er kannski þetta sem við erum svo ánægð með að fara svona vel saman. Það er að skapa mikil verðmæti og hafa jákvæð áhrif á samfélagið. Og það er ekki síður gott að sjá að íbúar í grennd við aflstöðvarnar okkar hafa líka jákvætt viðhorf til okkar. Og þar eru íbúar í grennd við Fljótsdalsstöð svo sannarlega engin undantekning. Og munum, þegar við byggðum þessa stöð, að þá var þetta umdeilt verkefni. En nú 20 árum síðar, þá er ánægjulegt að segja að það mælist hvergi jafn mikil jákvæðni en einmitt á Austurlandi gagnvart Landsvirkjun. En svipaða sögu er reyndar að segja frá Norðurlandi og Suðurlandi. Og svona rétt áður en ég lýk þessum könnunarkafla mínum, þá vil ég benda á rannsóknir sem rannsóknarmiðstöð ferðamanna gerði fyrir okkur við Kárahnjúkastíflu sumarið 2025. En hún sýnir svo ekki sé umvilst að endurnýjanleg orkuvinnsla og ferðaþjónusta geta svo sannarlega þrifist vel saman. Og á þessu orðskíi sem þið sjáu hér fyrir aftan mig, sem var unnið upp úr opnum svörum, þá má sjá að mannvirkin voru oft hluti af hápunkti ferðarinnar ásamt víðernum og náttúrunni. Því virðist sem að vinnsla endurnýjanlegrar orku ekki hafa neikvæð á annan mikilvægan atvinnuveg sem er ferðaþjónustan, heldur þvert á móti er hún hreinlega hluti af jákvæðri upplifun ferðamanna. Og svo verður maður alltaf að skoða þessa myndir, enda eru þetta eina af stærstu seglum ferðaþjónustunar sem tengjast orkuvinnslu og við þekkjum öll Bláa lónið, Jarðböðin við Mývatn, Stuðlagið,
Sigöldugljúfur og svo framvegis. Mér langar líka einnig að benda á þessa skýrslu Samtaka atvinnulífsins sem var gefin út í kringum síðasta ársfund þeirra sem ber það, ég myndi segja, frábæra heiti. Orka er undirstaða hagsældar. En þar er einmitt bent á þau skýru tengsl sem eru á milli orkunotkunar og lífsgæða og það að þau ríki sem búa við næga og hagkvæma orku standa fremst meðal þjóða þegar kemur að lífsgæðum. Og því má segja að forsvarsmenn annarra atvinnuvega hafa því sömu sögu að segja og við erum grunnurinn sem aðrir geta síðan byggt á. Nú væri svolítið gaman að hafa svona mic drop, þið kannist við þetta allir það ekki, stoppa hér, allt er bara frábært ekki satt. En því miður þá gengur það ekki, því að veröldin er á fleygiferð. Tímarnir breytast og verðum að muna að breytt heimsmynd krefst meiri hraða og skýrari stefnu. Þó að margt hafi gengið vel hingað til, þá þýðir það ekki og er ekki trygging fyrir því að það muni ganga vel áfram. Við getum og viljum gera betur. Gagnrýnisraddirnar eru okkur mikilvægar og við hlustum og reynum að stöðugt að bæta okkur. En það eru þetta bara öðruvísi áskorun að byggja fyrsta vindorkuverið á Íslandi með tilheyrandi þungaflutningum sem byrja nú í vor. Og það er líka öðruvísi áskorun að byggja vatnsaflsvirkjun í byggð eins og Hvammsvirkjun. Og það má minna á að langdregin og flókin leyfisveitingaferli skapa óvissu líka og spennu í nærsamfélögum. Og það verður að segjast að leyfisveitingaferli sem tekur vel á annan áratug er ekki bara lýjandi og kostnaðarsamt fyrir okkur sem störfum í orkugeiranum, heldur er þessi langtíma óvissa ekki síður óboðleg fyrir íbúa í nálægð við þessar virkjanaframkvæmdir. Þess vegna verðum við bara að muna eftir því, það verður að gera ferli styrktra og markvissara og eins og við ítrekum alltaf án þess að gefa neina afslætti. Og óvissu fylgir líka því aukinn kostnaður og dregur á áhuga annarra á fjárfestingum. En ef ekki lúka svo aðeins jákvæðri nótum hérna, framkvæmdir eru á fullu í Vaðalduveri, fyrsta vindorkuveri Íslands og það er alltaf fara fullt í Hvammi. Nú eru næstu kostir komnir í nýtingarflokk, það er Holtavirkjun og Skrokkalda sem skiptir þetta gríðarlega miklu máli að því það tekur dágóðan tíma að koma virkjunarverkefnum áfram. Þessi verkefni verða þá líka prófsteinn á hvernig löggjöfin stendur sig. Að auki eru mörg verkefni á borðinu sem lúta því að auka nýtingu núverandi virkjana sem þýðir auðvitað bara betri nýting á auðlindinni. Og eins og kom fram í erindi Brynju stjórnarformanns, þá gerum við ráð fyrir að fjárfesta á næstu 5 árum fyrir 190 milljarða. Við horfum því svo sannarlega björtum augum til framtíðar. Við ætlum að standa undir traustinu og að halda að byggja upp lífsgæði í landinu. En nú er komið að ferðalokum hjá okkur í dag. Ég vil nota tækifærið og þakka ykkur öllum fyrir að koma og taka þátt í þessum ársfundi okkar. Ég vildi bjóða ykkur sem hér sitji í salnum að staldra aðeins við og þiggja veitingar hér í salnum við hliðina og þar skulum við halda áfram og taka spjallið, af því það er auðvitað gríðarlega mikilvægt. Og ykkur sem fylgdist með á netinu vil ég þakka áhorfið. Við hjá Landsvirkjun þökkum traustið. Takk fyrir.